Verið velkomin í Hina Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og hjá mér í dag er hún Elísabet Hauksdóttir og við ætlum að ræða við ætlum að tala um PEP, grasrót fólks fátækt og við ætlum aðeins að kynnast Tinnu, verkefninu Tinnu og svona fá að kynnast aðeins líka fjárhagsaðstoð, aðeins að svona ræða þessa hluti, en hún Elísabet, hún hefur reynslu af þessu og kannski bara ef ég bið þig að kynna þess betur, Elísabet. Já, ég sem sagt 37 ára, ein með 3 stráka sem eru 9 ára, 11, 10 og 5 ára. Ég hef eiginlega verið meira og minna ein með strákana, þó ég hafi verið með barnsvinum minn í sambandi, þá hef ég samt alltaf þurft eiginlega meira og minna að sjá strákana. Og ég á vinnumarkaði í alveg dágóðan tíma, en dett svo út af vinnumarkaði bæði út af kvíða, þunglyndi og alls konar slysum bara. Ég braut á mér putta, svo er ég með gömulmeiðsli eins og í baki og hné. Þannig að ég svona lendi eiginlega í því að missa vinnuna og missa íbúðina mína og enda á götunni með alla 3 strákana. Flyt svo Það er eitthvað að hikta. Ég lendi í raun og veru í þannig stöðu. Það er eitthvað að hikta, eitthvað svona eins og sé að hikta. Ok, getur verið netið hjá mér, maður sjá. Ok, það ætti að vera betra en núna netið. Já, hvað segirðu, varstu bara á götunni? Já, ég flutti til mömmu mínar og þar lendi ég eiginlega á milli í kerfinu. Ég átti ekki rétt á atvinnuleysisbótum, ég átti ekki rétt á í raun og veru að komast inn í virk strax. Ég átti ekki, samkvæmt félög átti ég ekki rétt á neinu þar, sem er reyndar ekki alveg rétt, út af því að samkvæmt lögum á Íslandi það mátti ekki vera tekjulaus. Þú verður að hafa allavega einhverja smá tekjur. Og ég lifi á í raun og veru í ég held að það veri hátt upp í 6 mánuði á bara 2 meðlögum sem voru uppgefin, og svo borgar pabbi yngsta stráksins, þetta hann og annan pappa, hann borgar í raun og veru bara svart, en í raun og veru lifði ég bara á 3 meðlögum meðan ég bjó hjá mömmu minni, þannig að mamma mín í raun og veru sá okkur. Svo kemst ég inn á fjárhagsaðstoðina og við getum orðað þannig að það rétt dugar fyrir leigu. Þetta er upphæð sem enginn getur þannig sem lifað af með 3 börn, og ég rétt náði að borga leigu, ég gat borga leikskóla og ég fékk aðstoð með að fá endurgreitt, en þú þarft að vera með peningin í höndunum til að geta borgað á staðnum og fá það tilbaka, og það getur tekið 3, 4, 5 daga að fá það í gegn. Ég var með strákar í mat á þessum tíma í skólanum og ég gat fengið aðstoð við það líka, en svo, eins og ég segi, þurftur að vera með peningin í höndunum og fá eftir 3, 4 virka daga upp í hendurnar. Fjárhagsaðstoðin í raun og veru, eins og ég segi, er ekki nein upphæð sem að þú getur lifað með. Ekki þó þú sért í félagslegri íbúð eins og ég er í, þá samt. Þetta er ekki nema einhver 100 og eitthvað, ég man ekki nákvæmlega, og leigan mín var á þeim tíma 80. Þannig að það er bara helmingurinn farin, og þá eftir að borga bæði rafmagnið og leikskólann og mat og nesti, og raun og veru bara að kaupa allt sem þarf að kaupa. Ég kem svo í Tinnu sem er sem sagt félag sem er fyrir einstæða foreldra og á fjárhagsaðstoðinni þar á meðan líka. Svo var farið í það að sækja endurhæfingu. Og inn í endurhæfingunni minni gerði við það þannig að ég var bara í Tinnu til að byrja með, en færi svo að setja inn í áætlunina mína að fara inn í PEP, þar sem ég kynnist PEP í raun og veru sem skjólstæðingur fyrst, kem inn á daginn og fæ mér kaffi og svoleiðis. Og svo bið ég þegar að vera endurnýja áætlunina mína hvort ég megi fara niður til þessi sjálfboðaliða.
Og í raun og veru það bara það besta sem ég veit að ég hafi gert og þarna fólk í sömu stöð og ég hef verið í, fólk að fara í gegnum það sama og ég, það getur sett sig í mín fótspor, hvað að eiga ekki fyrir mjólkurpotti eða þú veist, nesti handa börnunum, svo kemur sparinesti í endanum á mánuðinum og maður bara, hvað á ég að gera? Ég get ekki eins og keypt kexpakka sko, sem kostar 70 krónur. Það bara ekki til þessi peningur. Og þurfa að segja nei við börnin að fá að, þú veist, taka með sér nesti sem já, í raun og veru bara skemmtilegt annað heldur en bara brauð með osti. Að mega ekki fara með pítsur, svona, þú veist, sem að geta hita í hádeginu þegar hættu til dæmis mat eða langlöku, svo komu þeir kannski heim, bara eitthvað þessi alltaf með svona nesti. Og ég vildi ég gæti það, en sorry, ég bara á ekki efni á neinu sem heitir auka. Annars sonur minn til dæmis astmaveikur og þarf á lyfjunum sínum að hefur ekki þurft reyndar á astmalyfjum í svolítinn tíma en að byrja aftur. Og ég fæ alveg bara svona hvað ég gera því það kostnaður við það að vera með barn. Plús að ég að fara með hann í gegnum greiningu, ekki í gegnum skóla, það of löng bið fyrir mig. Eða fyrir mig, fyrir hann í raun og veru, þegar vanlíðan orðin það mikill. Og ég að borga það. Og sem betur fyrir hef ég náð að spara smá með ströggli og get þar með leyft mér að fara með strákinn í gegnum einkareikið. En ef ég þyrfti að bíða eftir greiningunni hjá skólanum þá það ár plús. Og sko, leyfa barnið að lifa þessar vanlíðan í ár plús, nei, ég ekki tilbúin í það, en það táknar að ég þurfa að leggja margt til hliðar fyrir mig. Tannlæknir ekki eitthvað sem ég hleypi að gera, þó ég sé með, sko, já, ég get ekki svona talið skemmdirnar upp í mér, bara líka út af neyslu og líka bara út af því ágjur tannlæknir. Ég meiri þess að þurfti að gerast það gróf á tímabili að ég þurfti að afneita börnunum að fara og þó það kosti ekki mikið út af því að þú þarft að borga 5.000 skall þegar þú kemur og þessi 5.000 skall var ekki til, þannig að ég var alltaf að draga það að fara með þá. Læknir, ég prívat persónulega fyrir ekki, þú veist, til læknir nema í ytrustu neyð. En ég veit að fyrir alltaf með börnin ef það eitthvað, en maður fær alltaf bara þegar barn veikist, maður bara, nú 10 sinnum meiri útkostnaði fyrir mig, hvað geri ég? Hvar þarf ég að klippa af, hvaða mat þarf ég að klippa af nestinu, þarf ég að klippa af kvöldmat, þú veist, ég var hætt á tímabili að hafa heitan kvöldmat, það var aðalega bara seriós og brauð og eitthvað sem ég vissi að kostaði ekki yfir líkuð 1000 kallinn út af því að það var ekki hægt að kaupa neitt annað. Mín, sko, ég þetta alin upp við fátækt. Móðir mín vann, 5 vinnur, 4-5 vinnur. Hún var byrjuð klukkan 5 á morgnana og hætti klukkan 7-8 á kvöldina því að hún var að bera út blöðin, hún var dagmamma. Hún þreif bari, hún var með okkur systurnar sem við erum 3 og svo fór hún að skúra í leikskóla. Þannig að hún var, eins og ég segi, allan liðlangan daginn af. Ég hef líka lent í það mörgum áföllum og hef ekki haft kostað að vinna úr þeim út af því að sálfræðis aðstoð ekki hlaupið af að borga sjálf, það rándýrt. Sálfræðingar að bíða frá Reykjavíkurborg þetta líka mörg ár í að bíða og meðan að þú að vinna úr áföllunum en getur það ekki, þá ertu bara fastur á sama stað. Og eins og að kemur fram í greininni hinni, þá lendi ég fyrir árás á mínu eigin heimili. Það í raun og veru ekki búið að vinna úr því máli þar sem að ég enn að bíða eftir niðurstöðu til dæmis úr kæru. Við kærðum, það var fellt frá, en við áfrýðum. Hvert skipti sem að síminn hjá mér hringir, þá fæ ég alveg svona hnút í magan og hjartslátturinn verður ör því að eina sem ég hugsa ef þetta ókunnugt númer eru 2 hlutir reyndar, þetta lögreglan að tilkynna mig það að ég hafi getur bara alveg sleppt þessu dæmi eða þetta barnaverndarnefnd. Og ástæðan fyrir það að barnaverndarnefnd svolítið svona sterk inn í
út af, ég hef lent ekkert rosalega skemmtilega í þeim. Ég hef lent í að vera nýbúin að fá íbúð, við vorum tekin út úr íbúðinni, sett á vistheimili. Það hefur manneskja literally horft á okkur borða, setið og horft á okkur fyrir aftan bakið á mér. Strákunum mínum ef alla heyra nefnd og barnaverndarnefnd þá bara fara þær að gráta. Og það er svona áföll eftir áföll. Og meðan ég get ekki unnið úr þeim, þá kemst ég ekkert áfram. Hvergi. En sem betur kynnist ég 2 stöðum og þar með eins og ég segi tinninni, þar sem að við komum ungar stúlkur og erum reyndar að vantar karlmennar inn. Það er einstæðir foreldrar sem að sækja þetta en so far erum við bara stelpur. Og þar er talað allt. Við erum með dagskrá alla dagana með föstudag. Við mætum á morgunfundi á mánudögum. Þriðjudögum er oft einhver fræðsla, við höfum fengið frá SLA, við höfum fengið innheimtu skuldara og alls konar. Svo á miðvikudögum er jóga hjá okkur eða göngutúrar. Fimmtudögum er oft einmitt fræðsla, fundur og svo er frí á föstudögum hjá okkur. Og þetta kemur mér fram á morgnana og gefur mér allavega von að ég komist annaðhvort út af vinnumarkaðinn eða eitthvað, en þetta líka gefur mér að ég verð að vakna, ég verð að fara ekki bara undir sæng og setja sængina aftur upp fyrir og vera bara eitthvað að það verður allt betra á morgun. Heimurinn verður betri, það mun ekki gerast nema við gerum eitthvað. Hjá Pepperum þá hef ég verið bara tekin fagnandi höndum og hef literally bara verið ein á hópnum og ég er búin að mynda tengsl hérna við stelpu og við liggum við saman hverjum einasta degi og við tölum saman 300 sinnum á dag í síma, sko. Ef ég heyri ekki inn í hálfan sólarhring þá er ég bara, hvar er hún? Ég er bara fann panika, sko. En ef ég hefði ekki þessa 2 hópa, þá get ég alveg sagt það að ég væri örugglega aftur komin í neyslu, þar sem ég var á tímabili. Og ég er ekki viss að ég stæði með börnin mín eða stæði í því sem ég er að gera. En svo er líka ljótt að segja, ég hef líka fengið á tilfinninguna að því að nú hef ég verið í neyslu og verið edrú, að því meiri neyslu sem þú samt ert í, því meiri aðstoð færðu. Ég hef oft hugsað það mitt líka alveg, ætli ég þurfi að detta í það til að fá, hjálpina sem ég er að biðja um. Þú veist, þarf ég virkilega að fara að drekka aftur til þess að fá bara líka við, sorry ég segja það, líka allt upp í hendurnar. Það tók mig heila eilífð að fá íbúðina sem ég er í dag, á meðan að ég veit manneskjur sem hafa setið í allt of stóri íbúð og það er búið að kvarta grilljónsunum með látum og drykki henni, ekki með börn, en hún fær að sitja þarna. Á meðan bauð ég á götunni með 3 börn að bíða og edrú að taka 1 dag í einu að halda mér edrú. Af því að kvíðinn og þunglindið og peningaleysi getur verið rosalega triggerandi fyrir fíkil að vilja fara bara aftur út í það sem hann var, út af því að það er ógeðslega þægilegt að gleyma því. Ég get verið allt önnur persóna, ég get þóst eiga milljónir, enginn veit það. En vill ég lifa þannig lífi áfram? Nei, mig langar verið edrú, bæði fyrir mig og börnin. En maður fær samt á tilfinninguna að segja vera svona slá puttana á mér bara, nei, veistu, þú ert betur settur sem dópisti. En svo er ég líka dæmd fyrir að þegar ég kem og heimsæki, eða þú veist, er að hitta ráðgjafa eða hitta fólk, að þá einhvern veginn leið að heyri söguna mína bæði með fátækt, þá kemur líka, en þú ert með neglur. Ok, en hver veit nema vinkonum minn hafi gert það því hún er að læra. Þú ert með litað hár. Já, ég litaði það sjálf, liturinn minn kostar 2000 skall. Og þetta er eitthvað sem ég leyfi mér út af því að það lætur mér líða vel. Þú átt svona föt. Ég keypti þau ekki, ég fekk þau gefins. Þú veist, þetta er peysa sem hefur verið notað af 6 manneskjum. Já, hún er samt dýr. Akkur selur hann ekki? Ég þarf að ganga í fötum. Ég get ekki labbað hérna nakin. Og svo einhvern veginn þegar maður segir söguna sína þá mér kemur, já, þú ert dópisti. Já, ok, þú átt þá bara, þú veist, þú átt engan sens í lífinu. Ég var edrú í 10 ár, já, ég skrikaði fótur og ég fjall og fór í drykkinn aftur, ég reyndar fór ekki út í harðaneyslu á þeim tíma, svo varð ég edrú aftur og svo reyndar kom fyrir og það var einmitt síðasta kvöldi sem ég rakk var 22. febrúar 2018
þegar að í raun og veru mér var nauðgað á mínu eigin heimili með börnin á heimilinu. Það var síðasta skipti sem ég drakk og ég fæ samt daginn í dag. En samt eins og maður þurfa að vera dópisti til þess að fá aðstofuna, til þess að fá, það er ljótt að segja, en ég veit manneskju sem að er í rugli og hún hefur labbað inn hjá félög og verið bara mér vantar nýjan sófa og það var líka bara rétt inn í 300.000, bara fara að keypta nýjan sófa. Ég bað aðstoð við að kaupa rúmum handa strákunum þegar ég fæ íbúðin í hendurnar, af því þegar ég enda á götunni þá þurfti ég að losa mig við mest allt ótið mitt og leigðu svo geymslu undir svona persónulega muni. Ég þurfti að borga rúmið, svo þurfti ég að leggja inn kvittun og það þurfti að fara fyrir dóm. Það var ekkert mikla líkur að ég fengi, en svo kom reyndar já, en ég þurfti að borga það fyrst til þess að fá það endurgreitt. Þar með var peningur sem ég vissi hvort ég fengi eða hvað myndi gerast farinn, en börnunum vantaði rúm. Ef ég hefði verið rugli, sorry, þá er hægt að segja að ég hefði getið leikkuð labbað inn og verið bara, menntu pening, og það hefði verið rétt mér hann. Og sem móðir, þá er þetta ekki þægileg tilfinning að ég þurfa að vera í rugli svo börnin mín fá að lifa eðlilegu lífi. Það á ekki að vera þannig. Við eigum að geta verið stolt að vilja að ala upp börnin okkar, já, eins og við erum. Og eins og ég segi að vera fjárhagsaðstoð, það er algjörlega högt. Það lifir enginn. Ekki einu sinni þó ég hefði verið ein, þá hefði ég aldrei getað lifið það. Það var ströggl eftir ströggl sem betur fyrir á ég alveg ágætar einstaklinga að og sem betur fyrir var ég komin inn í Peppi á þessu tímabili, einmitt líka aðeins og búin að kynnast Peppina aðeins. Ég fékk aðstoð þar niður frá. Ég fékk matar niður frá. Ég fékk, aðstoð með föt handa strákunum. Og annars hefði ég aldrei getað þetta. Aldrei. Ég hefði verið komin í þvílíka mínus með hvað ég var í. Ég hefði aldrei getað, lirulegi farið og hugsað með mér ég ætla að taka bílprófið. Ég hef aldrei tekið bílprófið. Ég byrjaði að taka það en varð ólétt og bakkaði í burtu. Því treysti mér ekki til að keyra. Svo var ég eitthvað að spá í eftir þegar miðbarnið mitt, það er ekki ára milli, var ég eitthvað að spekulera í því að taka bílprófið. Svo heyrði það bara hækka og ég bara svona, nei. Svo var ég eitthvað svona núna því ég kom í 3, þá var ég bara, ok, nú verði ég eiginlega svona aðeins að fara að íhuga það. Svo heyri ég hvað upphæðin var og ég bara svona, á ég að hafa efni á því að borga, 300-400.000 og það er ekki einu sinni víst að ég nái prófin í fyrsta og þá þarf ég að borga aftur eitthvað 10-20 skall. Nei. Og ég er reyndar ekki einu sinni viss ég gæti rekið bíl. Það er bara, það kostar. Og núna er ég reyndar eins og ég segir, ég á endurhæfingu. Ég næ endurblindu saman, ég næ að gera aðeins meira og næ að leggja örlítið til hliðar, en þetta örlítið sem ég að leggja til hliðar er í raun og veru upp í sálfræðiskostnaðinn og það handa miðbarninu. Út af því að hann var að greinast með sem sagt ADHD, kvíða og þunglyndi og hann er ekki nema 10 ára gamall. En þetta er bara út af allri sögunni sem þeir hafa þurft að lifa í gegnum. Að þurfa að vera mútað með að fara í eins og að vera fjárhagsaðstoðinni. Að þá var það svolítið svoleiðis að það var ammæli og ég svona, það er ammæli og það er vanlega 500 kall. Og ég horfði á strákana alveg bara, hei, ég skal gefa ykkur 2 sleikjóna eða þið farið ekki ammæli. Og 2 sleikjóar á barn og í stað fyrir ammæli í Röss eða einhvern stað með öllum vinunum er auðvitað ekkert spennandi. En þeir greina oftast einhvern veginn bara, ok, ekkert mál. Að þeir vissu að ég var ekki gerð út af því að mér langaði ekki að færa. Ég gat ekki lyft að fara. Ég gat ekki reitt fram 500 kallinn. Og þeir bara, farðu í ammæli. Svo koma ammælin þeirra og þá alltaf. Það er eins og sé eitthvað. Hvað segirðu? Þá dílaði ég upp og þá leigðu við bústaði við. Það er eins og ammælin þeirra. Að þá var það svolítið þannig að ég leigði bústað með hjálp móður mínar í viku að það var ódýrara heldur en að halda ammæli lirulegi handa börnunum. Að því að peningarnir er bara ekki til, ég hef ekki haldið ammæli fyrir 2 elstu strákana mína núna
síðan voru, ég held að þeir hafa verið 5-6 ára. Ég var aldrei haldið bekkjarafmæli fyrir þá, aldrei. Og þeir nota bene eins og ég segi, orðnir 11, 10 og 11 ára. Þeir hafa aldrei haldið bekkjarafmæli, þeir veit ekki hvað að fá bekkinn sinn í heimsókn með afmæli, af því það bara, sorry, ég ekki til peningan til þess. Af því það ódýrara fyrir mig, af því þeir með svo stuttu millibili. Að það ódýrara fyrir mig að leigja bústað í viku með alla og gefa þeim gott að borða alla vikuna, heldur en að halda, sitt voru 2 afmæli fyrir það. Ég get ekki staðið undir því. Hvort sem það á fjárhagsstaðinni eða því sem ég á núna, sko. Þannig eins og ég segi, að lifa á þessum peningum stundum og að fá þessa peninga, það sem hún þarf að opinbera í lífið þitt. En eins og þú byrjaðir á að þú hafir ekki fengið fjárhagsaðstoð strax, að þú veist það hafi komið eitthvað tímabil þar sem þú varst í rauninni ekki með neitt nema meðlag. Ég hefði haldið að fjárhagsaðstoð væri með þetta sem þú átt rétt á þegar þú átt ekki rétt á neinu, að þá bara ef það er búið að reyna allt, að þá einmitt, þú veist, fólk á bara ekki að vera tekjulaust og ef þú átt einhvern veginn ekki rétt á neinu að þá, þú veist, ef þú bara getur ekki unnið og ert einmitt búin að lenda í slysum og allt þetta, að þá væri bara, herðu, hérna er einhver bara sem er tekjulaus og bara getur ekki séð fyrir sér, að þá væri það fjárhagsaðstoðin. Hvað af hverju, má ég spyrja, af hverju var það ekki, veistu af hverju eða? Þeir töluðu bara að ég ætti ekki réttindi hjá þeim að því ég var ekki búin að nýta alla réttindin, sem eiginlega ekki alveg rétt. Ég var búin að reyna, þú veist, ég fekk ekki inn hjá atvinnustofnun út af því að það gaf alveg auga leið að ég var til dæmis ekki að fara á vinnumarkaðinn miðað við mínar greiningar sem ADHD, þunglyndi, kvíði og svo aðrar greiningar eins og lesblinda, skrifblinda og tölublinda sem aftur að líka að því að ég get ekkert unnið við hvað sem er. Og þeir í raun og veru, svo prófaði ég virk, að það var í raun og veru þannig að það var skemmt út af því að ég þurfti að forgangsraða og eins og ég segi, ég fer með strætó og allt. En þeir vildu meina að ég hafði ekki sannað að ég hefði verið lýrulega búin að reyna allt, en ég var búin að reyna allt og það var búin að loka hurðunum alls staðar sem ég kom. Og það tók ráðgjafinn minn sem ég var með á þeim tíma, já eins og ég segi, ég held að verið 6 mánuði frekar en ár sem ég lifði á móði minni og á, eins og ég segi, 2 uppgefnu launum, eða meðlagi, og einu sem var svart. Og það í raun og veru líka, pabbi yngsta stráksins, við hefum bara verið með þannig samkomulega, hann borgar bara 30, en hann hjálpar mér rosalega mikið með að kaupa, útifatnað og hann kemur alveg á móts við með allt annað, en að lifa á 2 meðlimum ekki boðlegt og það var alveg sama hvað var gert og það var bent á að ég væri tekjulaus og það var bara, já hún verður að reyna annars staðar, Ráðgjafinn minn fékk svo í gegn loksins að ég fengi fjárhagsaðstoð og ég fékk, hvað var það? 2 eða 3 mánuði aftur á bak. En við erum að tala ég held eins og ég sagði, ég held ég hafi verið búin að vera 6 eða 7 mánuði á engu. Hvert peningar voru mjög auðvelt. Það fór bara í að borga skuldina mína. Ég voru orðinn skuldaðri en allt sem skuldugt er. Ég reyndar búin að borga skuldina mína niður nema gagnvart móður mína því við erum bara með okkar prívat persónulega svona samkomulega á milli. En ég loksins náði að borga niður skuldina mínar og ég get sagt að mig glöði geði að ég fór inn í þetta ár algjörlega skuldlaus. En svo fer að koma því að allt í einu mitt verið að senda mig matarreikning og strákarnir mínir ekki einu sinni í mat í skólanum. Og ég var að fá það og reyndi alveg leiðrétta það búið að ganga eitthvað brössulega þannig að það bara komið í innheimtu. En eins og lögfræðingur minn sagði, láttu það bara vera, það ekki gert, það hægt að sanna að þeir sé ekki mat, það hægt að tala við skólann. En fyrsta sem ég hugsaði var bara, hei, ég var að reynsa nafnið mitt og svo allt í einu kemur eitthvað inn á sem að ég á ekki einu sinni að þurfa að borga þar sem það ekki einu sinni að nota þetta. En ég fór inn í þetta ár sem betur fer, algjörlega skuldlaus og það fyrsta skipti síðan ég var, tvítug, já, ég held tvítug. Þá get ég lýrið sagt að nafnið mitt algjörlega hreint. Til hamingju, vel gert. Það er svo gott að fá ekki þessi innheimtubréf og fá ekki þessi áminningar og þessi símtöl og... Og hringingu frá bankanum bara ætlar ekki að borga yfirdráttinn.
Heyrðu, Oh. ég ger það eftir svona 20 ári eða svo, þetta var bara því mér, verður að vera þarna. Og ég náði því einmitt bara í desember í fyrra, það er semst að verða að koma með akkurat ár núna, fljótlega, sem að ég literally, eins og ég segi, náði og ég fekk allt í einu furðulega upphæðin á kortið mitt. Ég hringdi, ég er ekki að grínast, það var að hlæja mikið að mér út af því. Ég hringdi í bankann. Ég byrjaði að hringja í þér og spurði hvort það væri veitla, hvort þeir væru í alveg að setja peninginn inn á rétta mannesku, því að þessu upphæð hafði ég aldrei séð. Hún bara, já, það er verið að borga þér þetta sem þú varst að sækja þú varst að gera og lalala. Og ég alveg, ertu alveg viss? Hún alveg, og kennitalinn þessi? Ég alveg, já. Hún alveg, já, og nafnið þetta? Ég alveg, já. Hún alveg, já, þá ert þú rétt. Ég alveg, nei, ertu alveg 100%? Hún alveg, ætlar að spyrja mig aftur. Ég bara, já, þá endur ég bara staðfesti. Hún bara, ég er búin að staðfesta. Ég alveg, ok, þannig ég má eyða þessu. Hún alveg, já, ég þarf ekki að fá samvinskupið að þetta komi bara alltaf inn í reikningur í hausinn á mér en ég skuldi bara eitthvað 3, 4, 500.000. Já, ég alveg, Svo hringi ég í bankann og ég alveg, ég ætla að borga niður yfirdráttarheimild. Hún alveg, já, hvað er kennitálan? Hún pekar hann kennitálan, hún bara, það er engin yfirdráttarheimild á kortinu. Ég bara, ha? Engin yfirdráttarheimild? Hún alveg, nei, ég alveg, nei. Reikningurinn er þessi, ekki hinn reikningurinn. Hún alveg, nei, það er aukakrónur sem þú hefur ekki notað. Ég alveg, nákvæmlega, ég er að tala um þennan reikning. Hún alveg, aftur, það er ekki yfirdráttarheimild. Ég alveg, nei, nú ertu eitthvað að rugla. Hún alveg, nei. Ég alveg, ertu að segja mér það að öll þessi upphæð sem liggur hann inn á bankabókinu minni, ég geti lýrulega farið út í búð og keypt allt sem ég vill fyrir jólin. Hún bara, já, og njóttu. Og ég bara, neina gá einu sinni enn. Og hún alveg, það er ekki yfirdráttarheimild. Ég bara, er þetta bara eða æðslu jól? Ég veit allan ekki, ég er að fara að gera það. Og þar með gat ég lýrulega keypt jólagjafir, þú veist, á þess að fá samviskubit. Og ég gat lýrulega gefið börnunum mínum miklu meira jólin heldur en ég hef nokkuð það mann gert. Og þeir líka, þeir eru vöknuð morgun eftir, þeir bara, hvað kom fyrir tréið hjá okkur? Ég bara, jól. Og þeir bara, já, en það hefur aldrei verið svona mikið. Ég bara, þú með þetta ekstra jól. Þú veist, og þarna var í raun og veru rosalega þægileg tilfinning. Ég var búin að vera einmitt að sækja hjá mæðra og ég var búin að fara til mæðra og ég var búin að þurfa að standa með skotta milli lappana í röðum sem er ekki skemmtilegasta tilfinning í heimi og sérstaklega eins og í mínu tilviki að standa fyrir þetta fjölskylduhjálp þar sem að við búum í Breiðholtinu, við búum lýrli við hliðina á fjölskylduhjálp að bekkjabræðið barnanna mína var að labba framhjá bara akkur er mamma þín hana í mat þarna, bara hvað voru þið fátæk og asnaleg og dutt. Strákarnir mín hafa alveg fundið fyrir því að eiga móðir sem að, já, lýrli á ekki neitt eða getur ekki gert neitt. Þeir hafa alveg lent fyrir einelti í skólanum, þeir eru í ljótum fötum, þeir eru ekki Nike-föt, þeir eru ekki Puma eða bli. Og ef maður sést fyrir utan fjölskylduhjálp mitt í röð, þá er bara mamma henni alveg svona fátæk að þið geti ekki keypt að borða. Og maður er bara, og þeir eru að koma heim með, þú veist, bara grátstafinn í kverkunum, bara mamma í alvörunni. Ég er bara, hvað á ég að gera? Bara hann vildi ekki standa hann. Ég á, en ef ég standi ekki hann, þá fáum við ekki matinn. Við finnum þá bara eitthvað annað. Og maður er bara eitthvað svona, ok, börnin eru lýrli fann að skamma sín fyrir það að vera það fátæk að þið getur komið ammæli að haldi. Bekkjabræðin á oft spurt, ætlið þið ekki að halda ammæli í rössi að gera eitthvað? Og strákarnir bara, nei, við ætlum reynda bara að fara að njóta þess með fjölskylduna því við munum það betur að eiga viku í bústað. Ég man meira eftir því heldur en nokkuð tímann að fá bíl sem að skemmist eftir árið eða eitthvað sem betur fyrir börnin mín búin að læra það er hugurinn sem gildir en ekki peningarnir. Ég þakka Guði fyrir hvern einasta dag og þeir eru með þetta hugafar að saman hversu lítil gjöfin er að þá er þetta með ást og umhyggju. Jú, það kemur stundum í elsta stráknum mínum bara eitthvað á hverju getur ekki haldið afmæli. Og ég alveg, já, en ímyndaðu hvað þú manst ef þú spyrði eftir 20 ár einhvern strák hvað hann fékk í 10 ára afmælisgjöf. Ég skal lofa hann að hann segir við þig, ég man það ekki. En ef hann spyr þig, þá getur þú lýrlega sagt bara eitthvað, já, ég eyddi bara heilri viku bara í frí í skólanum, í bústað, í heita pottinum. Þú munt alltaf mynda. Minningarnar eru. Og það var alltaf svona, já, það er enda rétt. Þannig að sem betur fyrir kunna börnin mín pínulítið að meta margt sem að margir kunna ekki.
og þetta eins og með skógjafinnar, þetta eitt af stressaðustu tímabilin sem ég veit það eru jólin. Ég elska jólin, ég algjört jólabarn þannig séð. Strákunum mínum vilja meina það að jólin æli heima hjá okkur. Ég skreyti svo mikið. Ég var vanlega búin að skreita í október og sko, en svo þegar að koma að desember og svo þegar að koma 11. 12. Þegar skógjafina byrja, þá ég farin að stressast. Þá ég andvaka á næturnar, þá leik ég með útgrátin augu og stressaði með naga neglunni, kviku sem blæðir úr þetta því að ég þarf núna að redda 36 litlum gjöfum. Svo mitt koma maður í skólan og syni mínir ógeðslega ánægðir með klementínur eða litabók eða eitthvað. Og þá kom aðrir í skólan bara, ég fengi sko fjarstæðan bíl og maður bara rep. Þú veist alveg, ég ekki að fara að gefa fjarstæðan bíl, ok, jú, ég get stundum gera aðfangadagana svona skemmtilegri, stærri, en á miðjum virkum degi, nei, ég ekki að fara að redda 3 fjarstæðnum stærðarinn bílum á eitthvað 5.000 skall. Og fólk bara, já, en þetta bara 5.000 skall. Já, en 5.000 skall fyrir mér sko 5.000 skall í mat sem ég rétt nægja að skrapa fyrir og börnin mín getur þá allavega að lifa með hús og matinn en mér ekki flottast stótið. Símanir sem strákarnir mínir með, nota bene þeir söfnuðu fyrir þeir sjálfir. Ég keypti það ekki. Þeir báðu fólkum pening í afmælisgjöf eða jólagjafir og fóru og keyptu þessi síma sjálfir. Ég gaf þeim ekki. Og meðan aðrir bara, já, mamma gaf mér þennan síma í afmælisgjöf og þá bara, mamma, ég ætla bara, I wish. En ég get það ekki. Ég borgaði síman með eitthvað 3, 4, 500 skall eða eitthvað til þess að gefa afmælisgjöfina. En ég gat ekki farið og keypt hann bara, þú veist, og rétt og sagt bara til hamingju með afmælið. Þeir urðu lirli og þeir unnu sér inn með heimilisverkum. Þeir söfnuðu dósum, tóku dósin sem þeir sá á götunum, tóku dósina hjá ömmu sinni, tóku dósina sem voru heima, þú veist, báðum pening í afmælisgjöf og pabbi að borga reyndar mismuninn sem hann vantaði sem sagt upp í, þetta var afmælisgjöfin, en það voru alfarið þeir eiginlega sem sáum að kaupa símann og þeir eru ekkert með dýrustu símann, ég held að sími hafi kostað 35. En þetta söfnuðu þeir sjálfur. Og við erum að tala það var í fyrra, þegar þeir voru 10 og 9. Þá sáu þeir þetta, ekki ég. Þeir hafa þurft að lána mömmu sinni pening. Þegar þeir hafa fengið pening í afmælisgjöf. Og það ljótt að segja að þeir fengu pening í skírnargjöf. Ég man ekki eins og hvað há upp það var og selur þú segið, þó í raun og veru skulda ég það ennþá pening sem þeir fengu upp í skírnargjöf. Ég þurfti að taka skírnarpeningana hjá börnunum mínum til þess að geta. Og eins og það myndi mig mitt á þá að þegar ég var með barnsföður mínum af 2 elstu, þá segðist að manni ég getur hverju hvort ég var atvinnuleysisbótum eða hvað ég var, mér minnir ég var atvinnuleysisbótunum. Og íbúðin var það dýr, en við vorum að leigja hana svart, við leigðum á 130, svo var hann komin upp í 180 þegar ég missa hana. Að við fórum einmitt í fél og vorum að biðja aðstoð. Og við fengum nei. Og ég spyr á hverju fæ ég nei. Eftir ég var búin að gefa þeim allar upplýsingar, bankareikninga, allt. Ég var lirur búin að fara úr fötunum, þú veist, til að sýna stærðina á fötunum mínum. Að þá kom þeir 2 krónum yfir, 2 eða 3 krónum yfir tekjumörkum. Ég alveg, ég hvað? 2 krónum yfir tekjumörkum. Ég bara fyrir ekki hvað ég kaupa fyrir 2 krónur. En við fengum ekki aðstoðina sem við vantaði til að lifa út mánuðinn af því að hann var að vinna og var 2 eða 3 krónum yfir tekjumörkum. Og ég bara, já, hann bíddu. Þú kaupir ekki fyrir 2 eða 3 krónur. Já, það bara með okkar. Svona, ég alveg bíddu eftir sem það, ég get ekki keypt bleiur eða mjólk eða neitt handa börnunum af því að hann 3 krónum yfir tekjumörkum. Já. Og þá komist það þeirri niðurstöðu að ég væri samt betur stödd sem ein. Bara einstæð móðir með 2 börn. Við vorum samt að þetta saman og það ljótt að segja, já, við fórum í gegnum kerfið og við svindluðum á því. En þetta var eina sem við gátum gert. Og það var allir, og svo hef ég alltaf fengið þú ert svo heppin að þú ert einstæð móðir fyrir alla aðstoð sem þú veist. Nei.
skulum hafa það á hreinu, ég fæ ekki alla það aðstoð sem ég veit. Ég þarf lérið að standa með skott á milli lappana til að fá aðstoð að gefa börnunum mínum að borða sem á ekki að þurfa. Ég get ekki haldið afmæli fyrir börnin mín, ég get ekki keypt nýjustu flíkurnar handa börnunum mínu. Hvað fæ ég svona æðislegt eins og að þér að tala um? Þú veist, þú færð styrk frá Mæðurá. Já, en veistu hvað er niðurlægjandi, sorry að segja það, þurfa að opinbera líf sitt og bankareikninga, þú veist, fyrir öðrum. Þú veist, vinkona mín fekk að heyra að hún fór til mann sem var svona að skoða fjárhaginn og eitthvað. Hún hafði sem sagt gert sér og dóttur sinni glaðan dag inn á Egilsstöðum og keypti eitthvað svona tilboðsrétt, hvort það var eitthvað 2000 skall. Og hann bendir á það lirulega og segir, af hverju varstu á þessu? Af því þetta var á matsölustað. Þetta var 2000 skall sem hún leyfði sér og barninu og hún skipti einni máltíð á milli þeirra. Þetta var ekki 2 máltíðir en eitt svoleiðis. Þetta var pínlítil máltíð sem kostaði skína 2.000 krónur og hann fussaði yfir því og hún ætti ekki að gera þetta. Og maður bara svona býtu, en við þurfum að borða alveg sama í hvað formið það er. Þú hlýtur að mega einu sinni leyfa þér að panta eina pítsu og leyfa fólki að njóta. Nei, það er greinilega bannað því þá ertu lirulega ekki að þú veist vanda með peninga. Ef þú getur leyft þér eitt. Má ekki gera neitt, það má ekki, þú veist, það má ekki. Við megum ekki vera með neglur, við megum ekki vera, ég er með 6 tattoo. Ég hef alltaf fengið mjög slæmt auga við það. Fyrir það að það kemur oft upp fólki berga þetta oftar ljótt þegar það er eldri. I don't give a fly út af því að ég verð krumpuð og tattoo minn krumpuð með mér. En ég fæ alveg bara, ef hún getur verið með tattoo, þá hlýtur að geta gert mat. En það gerir sem engin grein fyrir því hvað maður er þá búinn að safna kannski eða hvort mann var gefið þetta, einhver hefur verið góður, bara hei, ég ætla að gefa henni afmælisgjöf tattoo, þú veist, eða þú veist með gat í nefinu. Já, þú veist ekkert hvort að, þú veist, vinkona mín var að læra að gera götu eða hvort að móðir mín gaf mér afmælisgjöf eða hvernig ég fékk gatið. Þú veist ekki hvort ég labbaði inn og borgaði það sjálf. En maður er dæmdur að því að maður er ekki gangandi í strigaðbúð. Þá er ég ekki fátæk. En svo kemur líka, já, en þú ert með íbúð. Já, en fyrirgefðu, ég get ekki leyft mér neitt. Ég get ekki farið út í búð eins og þú og keypt mér þú veist, busta af því bara, þú veist, ég þæljastu krónu sem ég er með. Og í endanum mánuðum þá er það orðið það slæmt að maður er alveg bara, ok, ef að við drekkum 2 sopa mjólkin í dag, að þá eigum við 3 sopa á morgun, þú veist, það er ekki einu svona þægilegt og börn finna óbúðslega fyrir þessu og börn kveikja á perunni. Strákarnir hjá mér eru til dæmis á tímabili, þeir voru hættir að með vita ef það var afmæli. Oft sá ég með hann bara í töskunni af því þeir vissu hvað svarið yrði. Þeir vissu að ég myndi mútaði með einhverju þegar ég fór að vera eldri. Bekkjakvöldin, æ mamma, ég vil ekki bara sleppa því að fara. Þú veist, við getum hvort bara heima, nennir að panta pítsu í staðinn. En við getum alveg farið. Nei, það er svo dýrt að kaupa fullt af eina köku eða eitthvað. Getum við ekki bara sem fjölskylda? Og maður bara, já, en ég get bakað. Já, mamma, nei, við skulum bara vera bara heima. Og maður bara svona, já, nei, pöntu bara pítsu, áttu efni á því? Já, ég get panta pítsu og já, við getum verið heima, en ef við ekki að fara bekkjakvöld? Nei, við erum bara heima. Og maður bara, já, en það er gaman. Það kostar. Þú veist, með böll í skólanum, peysufötadagur, það er peysufötadagur í skóla núna. Ég ætla að vera ógeðslega góð við strákan í gær, kaupa jólapeysu. Ég horfði á peysunar og ég bara svona, nei. Ég á ekki alveg kannski þó ég eigi peninga akkurat í augnablikinu og get sagt að mér stolti að þetta er svona eiginlega þægilegustu jólin því ég fæ aðstoð hjá Mæðuró að ég horfði á peysunni bara ég er ekki tilbúin til að borga 6.000 skall fyrir 2 peysur sem þeir nota einu sinni og eru vaksinni upp úr því eftir korter. Þannig að ég bara hefnilskannar, þið bara til miður. Það er því miðbarninu ég ætla að fara bara með jólasveinahúfu. Já, það er til inn í skáp. Það er bara ok. Og hann gett sáttur og maður er bara svona allir aðrir í peysum og hann eitthvað einn með mjög snáða aðsnaðlega húfu sem er að skemmast bara gett sáttur við lífið. Og maður er bara svona
Ég viss, I can do better for you, but no. Eins og það er veðast upp, þú veist, þú segir krakki þegar maður var ógeðslega ánægður að ná að finna gjöf af einhverjum dótinu sínu til að fara með í afmælið og þú veist, við mæðgur bara eitthvað yes, en samt, þú veist, innst inni bara eitthvað, æ, nei, þetta er mitt, eða þú veist, en samt bara eitthvað, kom með gjöf sem ég get farið með í afmælið, þú veist, ég er ekki að fara, þú veist, en samt bara svona, æ, nei, eða þú veist, já, það er leiðilegt, einhvern veginn. Mínir hafa farið inn í gjafir sem að þeir hafa fengið sem er óopnaðar, þú veist, til þess að gefa. Þeir hafa literally leitað að dóti til að gefa frá sín, bara til að komast í afmælið. En svo þegar að bóta minn, þú veist, með að vera að gefa dót sem er ekki merkilegt. Og eins og maður hugsaði með sig bara eitthvað, þú átt ekki. Og sonur minn hefur literally labbað að mér þessi elsta þegar hann var búinn að safna pening og hann hefur sagt við mig bara eitthvað, hei, mamma, ég skal kaupa þetta bara. Og hann er bara eitthvað, nei, ástu mín, þetta er alltaf lagi, ég bjarga þessu. Nei, mamma, við bara tökum af peningunum mínum. Það þurfa að taka 10 ára gömlu barni pening sem hann literally hefur labbað hverfið og safnað dósum til að eiga, til að kaupa sér eitthvað sem honum virkilega langar í, til að kaupa 2 mjólkurpotta svo þau geta fengið seriós í matinn kvöldið, er ekki skemmtilegasta tilfinning sem til er. Og svo þegar barnið spyr kurteislega, mamma, heldur ég geti fengið peningin minn tilbaka, og maður er bara eftir 2 mánuði, þú veist, kannski 3. Ég þarf aðeins að, þú veist, ég þarf að telja, þú veist, peningana mína. Þú veist, eða bara, hei mamma, megum við fá langlöku í nesti? Af því það er allir að koma með langlökur, maður bara, nei. Svo alveg spari nestinu, bara eitthvað, mamma, þú veist, getur þú keypt sikkert kexpakkann, þú veist, og ég megi fara með, þegar það kom allir með. Og maður bara, nei, þið verða að skipta á milli ykkur einu kexpakka, þú veist, af því ég náði að kaupa hann. En svo er nefnilega, eru þeir svo mikið krútt þessar elskur og geta sett sig, þau vera með þeir rosalega mikið spor, hvað það eiga ekki. Að þeir hafa literally gefið af nestinu sínu til barna sem að nota bene hafa ekki verið með nesti í skólanum. Þá hafa þeir, og þeir hafa komið heim bara, mamma, ég borða ekki allt nesti mitt, ég er eiginlega pínu svangur. Og hann vil bara býtu, en þú varst með alveg ágætt nesti. Æ, hann þessi strákur, hann var ekki með nesti. Já, ok, og lest hann hafa. Já, ég vildi ekki borða báða pítsunar af því setta pítsunum og þegar hann var ekki með, þannig ég lét hann hafa eina. Og maður bara svona, ok, ég verð að gera eitthvað til þess að verðlauna barnið fyrir góða, þú veist, umhugsun. En samt get ég ekki verðlauna barnið fyrir að hugsa svona, þannig að þú veist, það er alltaf bara, ok, ég á eina fyrir setta pítsu, þú mátt ná í hann. En það, má ég borða eina aukalega? Og maður bara, já, ok. Og það er bara spenna aldarinnar, þú veist, ein lítil fyrir að setja pizza, því ég gaf eina, þú veist, það er bara og sko, þeir sjálfir eru sem betur farnir að fatta líka að það eru fleiri fátækir á Íslandi heldur en bara við erum ekki eina fjölskyldan sem að göngum í gegnum strögglu, en það er samt hef ég tekið eftir rosalega skömm. Það er alveg, mamma þurfum við, það hefur komið frá elsta mínum, bara mamma þurfum við að lifa sem fátækir einstaklingar. Ég vildi óska þess að ég gæti breytt reglu með þetta peningaaðstæðum, en það er bara ekki. Og hann kemur oft með bara eitthvað, ok, á hverju þarf að borga húsnæði sem við búum í, því að þú veist, það var eitthvað sem keypti það og svona. Og svo er ég bara eitthvað, hvernig er svona að útskýra þessa hluti fyrir barninu, því að barnið skilur ekki í það að okkur manneskjan getur ekki bara verið góðhjörtuð og leyft okkur að búa þarna og leyft okkur að hafa þarna pening. Og svo hefur oft komið upp og hann bara eitthvað, á hverju þarf lýrilega að borga fyrir allt? Þegar einhvern veginn verið landið að rúlla. Já, en það þarf ekki að vera svona dýrt. Og maður er bara eitthvað, ok, hvernig ég útskýra þetta fyrir barninu? Og svo er maður alveg bara, ok, ég eyði þessu samtali með að snúa út úr. Bara segja við hann bara eitthvað, þú veist, hei, sjáðu fuglinn þarna og liggur hleypið burt og fylgir með hann á klósti, bara eitthvað, haha, hann finnum aldrei. En svo er maður bara eitthvað, það liggur við 50% líkur að börnin mín muni lenda því vera með þeir í sömu stöðu ég er í, út af áföllum sem þeir hafa líka lent í. Og
það sárt að hugsa til þess, en ég reyni auðvitað mitt besta til þess að það gerist ekki. Það er ástæðan fyrir ég ákvað ekki að bíða eftir að skólinn gæti gefið barninu minni greininguna og fór frekar dýrari leiðina, já, þetta er rándýrt sem ég er að gera, ekki mín vegna, heldur barnsins vegna, þá geri ég það. Ok, ég þarf að fórna ýmsu, ég er ekki á leiðinni til Spánar eða eitthvað á næsta árum, en ok, það verður það bara að hafa það. En ég veit þó allan að barnið mitt á það pínulítið meiri möguleika kannski að fara út í heiminn, ekki á nákvæmlega sama stað og móðir og geta þá lifað sómasamlegu lífi þar sem hann þarf kannski ekki að telja hverja einustu krónu. Það er enginn að segja að hann verði multimilljónir, en ef hann verður það, þá verður það bara æði. En hann þurfi ekki lýrulega að horfa ofan í veski bara eitthvað, ég á 2 krónur til að lifa út mánuðinn og það er kannski bara 8., 9., 10. Og ég man ennþá daginn eftir líka daginn í dag hvernig hann standi inn í búð með kortið í höndunum og hugsa, ok, please ekki koma sinnin, please ekki koma sinnin. Út af því að skömmin er ofboðslega mikið að fá synjun á kortið með, við erum að tala kannski, og ég skil það, mér fannst minni skömm þegar ég var með stútfulla körfuadóti. Ég veit ekki á hverju, mér fannst aðeins minni skömm að fá ekki heimild á það. En þegar maður var kannski með 1 bleyjupakka og 1 mjólk, stóðmjólk eða venjulega mjólk eða whatever, og það kom ekki heimilað, að maður er bara svona sökk og manni langaði literally að hverfa af bara plánetinu út af því að skömmin að geta ekki keypt 1 bleyjupakka og 1 mjólk, fá ekki heimild og það er ekki nema 8., 9. eða 10. Og maður bara svona, kortið lítur að vera eitthvað gallað. Bara ég var bara að millifæra áðan, kannski bara ekki komið í gegn, bara eitthvað, byrju, ég ætla aðeins bara að fara að koma eftir þetta. Já, ég kem á eftir, eða ég ætla að fara að ná í hitt kort, ég tók vitlaust kort. Ég veit ekki hversu, maður hefur búin að, ég held að maður sé snillingur að ljúga því hvað var að kortinu hans. Svo labbaði maður þetta út úr búðina bara eitthvað, ég held ég ætti 2.000, svo opnaði maður bankann. Nei, þá kannski hefur bankinn tekið sem hann gerir, líka hvernig sem honum endar, eitthvað 3.000 líka fyrir færslugjöldum. Og maður er bara eitthvað, af hverju gátu ég gert þetta í byrjun á mánuðinum, í stað fyrir miðjum mánuðinum, þegar ég er búin að plana, ég lýri hvað ég get keypt og hvað ég get ekki keypt. Og svo allt í henni kemur, þú skuldað 2.000 í færslugjöld eða posagjöld, og maður er bara eitthvað, og það var alltaf, já, heyrðu, þið vitlaust debitkorti, ég ætla fara út í bíluna og hitt, svo þetta bara, þetta með þessi hverfa. Eða bara, millifærslan er ekki að fara í gang, en já, ég er ekki með neti, ég ætla bara heim á millifæra. Og vandinn er, og svo kemur maður kannski 2 mínútum seinna þegar maður hefur náð að redda peningunum, og nákvæmlega sama starfsmaðurinn á kassa. Og það er ljótt að segja, en starfsmenn muna, ég hef sjálf unnið í búð, starfsmenn muna. Og ég reyndi að passa mig á því út af því ég veit hvað er að vera í svona sporum, ég dæmdi aldrei neitt, ég bauð alltaf bara góðan daginn. En hvað veit ég nema þau standa og horfa á mig bara eitthvað, really? Þú veist, af hverju komst ekki sama daginn og þú sagðist alltaf koma, skilurðu? Þú veist, þú lítur alveg út fyrir að eiga peninginn, en samt lestu þig bara hverfa og kemur 3 dögum seinna bara eitthvað, með sömu hlutina bara eitthvað, þú veist. Og eina sem maður hugsaði er bara eitthvað, þú veist ekki stöðuna mína. Ég get sett upp hvaða front sem er. Ég get greitt að mér hárið og mála mig og fólk heldur reyndar ég svo oft að mála mig að gera fyrir það, en ég er ekki á því, ég er að gera þetta þegar mig langar það. En ég get alveg sett upp hvaða front sem er og þóst eiga milljónir og labba svo bara inn í pínlítinn kofa. En ég heldur ekkert að auglýsa það hvað ég á eða hvar ég stend út af því að skömmin er, og hún á ekki, við eigum ekki að þurfa að skamma okkur fyrir eitt og neitt sem við gerum í lífinu. Ég á ekki heldur að þurfa að afsaka það ef ég gef strákunum mínum tyggjopakka í búð. Ég á ekki að þurfa að afsaka það út af, þú veist, eða þá ég hitti manneskju sem veit stöðuna mín, af hverju keyptirðu það? Af því að ég átti smá pening og ég fékk smá auka pening, þannig að mér langaði að gefa, þú veist, bara nota hann upp í þetta. Ok, perandi má ég ekki, þú veist, gera svona, hei, þú ert rosa dugleg, klappa á öxlina, þú mátt fá tyggjopakka. Nei, þú mátt það greinilega heldur ekki, út af því það er rifið niður. Þú náður að kaupa tyggjopakka, þá hlýtur að geta keypt tekið bílpróf sem kostar 300-400 þúsund.
og maður bara svona, í alvörinni, en það er hár munur á milli, en fólk sem þið vera með þeir eiga peningana, sjá þetta ekki. Og það er ljótt að segja þeim þegar ég heyri, það er líka rosalega pirrandi með þegar ég heyri að það er ekki til fátækt í Íslandi. Það er engin fátækur í Íslandi, það býr enginn á götunum í Íslandi. Þú sérð ekki betlar á götunni, eins og út í Portúgal og út í London og svona. Það er fátækt, já, en fátæktin er ekki bara þetta. Fátæktin er það að þú lifir hvern mánuð þú veist, bara í raun og veru hvern mánuð bara á litlu launum og þú liruli bannaðir hvað sem er. Þú veist, þú leifir ekki, þú veist, brosa fyrir mig er ekkert rosalega auðvelt, eins og ég sagði áðan, að ég fór til tannlæknis nokkrum sinnum og lét taka út mjög axla og eitthvað. Núna er ég búin að treyna það í þó nokkuð langan tíma að fara og ég er eins og ég segi, ég get allavega talið 1, 2, 3, 4 staðir sem þarf virkilega að gera við ef ég ætla að virkilega geta notið jólana. Hef ég efnað því? Nei. Mun ég geta gert það fyrir jólin? Nei. Mun ég geta gert það eftir jólin? Ég get ekki lofað því. En alla tennurnar í mér eru ónýtar, þú veist, ég er nýbúin að brjóta framtönnina, það er skarði hérna og ég bíð bara eftir að hún brotni, framtönnin í mér, þá veit ég ekki hvað ég geri. Það er alveg gat hérna aftast og það er alveg allt hérna meira meina ónýtt. Og þetta er bæði út af, já ok, út af neyslu, en líka bara út af peningarnir vaks ekki á trjám sem ég labbaði inn í tannlækninn og sagt bara hei, ég vil láta gera við þetta. Það var metið munnin á mér, ég lét metið ekkert hvað myndi kosta mig að gera við allt upp í mér. Lækninn horfði á mig og sagði við mig að þetta færi ekki undir 1 milljón. Það væri 1 milljón sem ég þyrfti að borga. Og þá erum við að tala það er einhverjar tennur sem eru ennþá heilar. Við erum að tala að það er alveg nokkrar og neðri kjálkinn á mér er ekkert basically ekki eins og efri kjálkinn. Að hann er ekki eins illa farin, en þetta verður ekki undir 1 milljón. Ég er ekki að fara að reiða frá 1 milljón til að láta laga þetta. En það er líka táknar að ég brosa aðeins minna með brosi sem er sérst tennurnar á mér. En þegar börnin mín fóru til tannlæknis mitt og ég borgaði hennar 5.000 skall. Svo borgar við glaðloftið ef að börnin vilja glaðloft, annars þarfst ekki borga. Og við erum að tala þeir voru komnir með held ég 4 skemmdir báðir strákarnir. Og það var ekki út af því þeir tampustuð ekki eða borða alltaf mikið nammi. Það var í raun og veru bara út af því að það er líka í fjölskyldunni pappa þeirra megin sem sagt ónýtur glerungur. Og það er 90% líkur að þeir geta mist tennurnar og þurfa að fá góm. Ég hefði getað spornað við þessu að mörgu leyti með þegar að vera aftar hjá tannlækninum og leyft tannlæknum að fylgjast með og grípa fyrr inn í heldur en ég var að gera. En ég átti ekki þennan 5.000 skall sem ég þurfti að leggja fram leið og þeir komu. Og af því að þeir vilja báðir, annað er að vildi glaðlofti sem fer eftir hvað þú notar mikið, hvað það kostar. Ég gæti ekki borgað það. Þannig að hvað gerir maður? Jú, maður sleppir að fara, sem er auðvitað líka enga veginn sniðugt með þeirra sjúkdóm og allt. Og að forgangsraða, þú veist, það er ekki auðvelt að þessi þarf nýja skó en þú fær ekki nýja skó. Ég get keypt þetta handa þér. En eins og ég segi, svo þegar ég kemst inn í tinnu og ég kemst inn í peppið, að þá minnkuðu áhyggjurnar og fjárhagsstaðan hefur kannski ekki breyst eitthvað brjálæðislega mikið, en að heyra samt, það er ljótt að segja, en heyra það samt að maður er ekki einn að ströggla, maður getur leitað aðstæður hjá manneskjunni við hliðina sem bara, hei, ég er að lenda í þennan mánuð að þetta er svona, hvað er þægilegast fyrir mig að gera? Og þá getur manneskjan á móti komið með bara, heyrðu, ég ger þetta svona og ég ger þetta svona og þannig náði ég að púsla þessum hlutum saman. Og svo sér maður alltaf meira og meira hvað eru rosalega margir í neyð á Íslandi og einmitt þau ekki tilfátækt á Íslandi fyrir ógeðslegt fyrir þeim eða þá þegar setningin er notuð við eigum ekki taka inn flóttamenn og útlendinga út af því að við eigum að hugsa okkar lið fyrst.
þetta verður líka rosalega pirrandi á mér af því að ég á barn með flóttamanni og þeir eru ekkert að fá þessar upphæðir í hendunar sem allir eru að tala um. Þeir eru engan veginn að lifa með eitthvað 100 skall í vasanum bara vikulega. Nei, þeir fá 5.000 krónar kort í bónus vikulega og þetta þarf að duga fyrir mat fyrir þá í viku. Enginn Íslendingur, saman hvort þú einn með börn eða hvað, er að fara að lifa á 5.000 skall í mat. Og við eigum fyrst að hugsa okkar þjóð. Ég get orðalið brjálið þegar þetta sagt, út af því að eins og ég segi oft, það eru til peningar á Íslandi, við getum hjálpað öllum þeim sem við viljum, en það þarf bara að opna þessu augun á þeim sem að sitja í ríkisstjórninni. Skipta fjármagninu betur. Já, og eyða því ekki einhverja heimskulega hluti sem ekkert point í, eins og ruslatunnur í Breiðholti, þó það hafi verið kosið það. Þú veist, af hverju var ekki hægt að kjósa að laga göturnar í Breiðholti, því að göturnar í Breiðholti eru ekki sniðugar. Nei, bætum ruslatunum, sem að fólk geti þá, sem að unglingar nota þetta tækifærið og sprengja upp og eitthvað. Hvað, þá þurfum við endurnýjar aftur eftir mánuð, aðrar 700 eða 800 milljónir. Og svo þú veist, að, eins og ég segi, þegar að Peppi lokaði, þá vorum við á fyrir svolítið síðan, það er ekki lokað. Kaffihús okkar er lokað eins og staðan er, við erum húsnæðislaus og svo fer ég á ráðstefnu hjá EMPN, úti og hefðum átt að vera út í Brussel, en COVID, eiginlega það og svo fórum við með svona uppistand og við ákveðum að fara niður í Mjódd og þar einmitt lendir Ásta yfir maður okkar í því að það lappar maður að henni. Hún er að spyrja hvort hann vilji kynnast Peppinu og hann segir einhvern veginn svona við hana að hann sé rosalega feginn að vera laus við þetta pakkan út í enda og Ásta svona og þá er hann að tala kaffihús okkar og það er ekkert að vera einhverjum útlendingar en allir í splunkunni, fötum upp í splunkunni að skó og síma og eitthvað og maður bara svona og það, þú veist, það er ekkert fátækt í þessu landi og bla eitthvað og maður hugsaði með sér bara, sorry ég segi það, en ég þarf að eiga smart síma til þess að geta bara farið í gegnum lífið þar sem allt því við erum með nettengt og þar með ekki núna strætó, mér kveði fyrir að það þurfa að fara að nota þetta klapp dæmið þarna sem betur fyrir ennþá með gamalt strætókort sem gildir út febrúar. Hvað ég muni gera þegar ég kem að því að fara inn í þetta klapp, ég veit ég ekki, ég bara, sorry, móði mín sem tekur mjög sjaldan strætó, hún bara, nei, nú löpum við bara, ég held að bara en ég mitt höndla það ekki, það bara, þá verður þú bara að taka strætó og ég bara hitti á staðnum, ég skil ekki þetta strætó, ég held bara, en þetta eina leiðin til að komast í strætó núna einmitt að þú eigir peninga inn á kortinu og þú sért með snjallsíma. Það hafa ekkert allir efni á snjallsíma, það hafa ekkert allir peningin á kortinu og við erum lirili stundum að skrapa saman síðustu krónunum okkar til þess að koma í strætó af því við gátum borga með klinki. Núna getur ekki einu sinni borga með klinki. Þarna er strætó líka að setja fátæka einstaklinga, gamalt fólk, fatlað fólk, algjörlega út í horn. Við eigum ekki að fá að ferðast. Það er verið að loka okkur heima og slá upp utan okkur og segja þið eigi ekki að hreyfa ykkur. Þið eigi ekki peningar fyrir strætónu. Whatever. Það kostar 450 krónur í strætó. Ekki 490? Eða 400, já. Eða hvað? 490 eða 450. Þau eru alltaf að hækka, maður getur ekkert fylgst með þessu. Já. Nei, ég er löngu hægt að fylgjast með. Og ég hef leyft mér að kaupa 3 mánaða kort. Já, það kostar sitt, en við erum að tala það eins og ég segi, ég nota strætó allt. Ef ég fer í sumarbústað með strákana, þá fer ég inn í Hveragerði með strætó, með dótið, og við erum að fara í viku. Þú veist, það er literally allstar verið að bola fólki sem á ekki peninga út. Ef þú átt ekki snjallsíma, þá getur ekki ferðast með strætó. Ef þú átt ekki peningan á strætókortinu, þá getur ekki ferðast til strætó. Þú getur ekki pantaði tíma hjá lækni liggur við nema að vera með snjallsíma og þú þurft að gera það gegnum heilsuver. Fyrir utan það að læknar því vera með kosta ágætlega mikið en á Íslandi.
þú þarft að neita þér alls konar þjónustu út af því að þú átt ekki efni á að kaupa þér snjallsíma sem að getur literally tekið við forritunum. Af því þú getur ekki, og það allir bara, já, þú kaupir bara ódýrasta. Nei, það er nema vandinn. Þú getur ekki heldur keypt ódýrasta og því að hann fyllist á endanum og hvað gerur þá? Þá ertu honum skrút aftur. Þá ertu að fara að kaupa stærri síma sem getur tekið meira, flóknari kerfi. Það literally verið að setja fólk sem lágtekjutengt eða einhvers staðar á félagslega bótum eða á endurhæfingu eða örorku eða eitthvað algjörlega út í horn. Og ekki reyndar bara þannig fólk, líka vinnandi fólk út af því það á ekkert efni á nýjustu, flottustu símanum alltaf. Þú veist, eins og ég segi, við endum alltaf og svo kemur alltaf í fólki líka, en þetta er svo lítill hluti. Þetta er ekki lítill hluti. Það er bara ekki stór hluti sem hann kannski stígur fram og lætur vita af því. Og það særir mann að maður þurfi literally að berjast fyrir hverju krónu sem maður ætlar að nota. Það særir mann að geta ekki veitt börnunum sínum það sem maður vill, þó það sé ekki nema bara lágmarks dæmi. Og það særir mann að þurfa alltaf að segja við vinkonurnar sem að fara á kaffihús sem eiga eitthvað af peningum. Bara, nei, veistu, ég held ég kom ekki með núna. Og það heldur bara, jú, þú veist eitthvað. Og svo enda maður að kaffihúsinu og hvað, maður fær sér vatn. Að maður allir aðrir að fá sér langlökur, eða samlökur, eða svona, eða kaffi, eða þetta. Og maður eitthvað með einn með vasklas, bara eitthvað, ég gleymdi kortinu heima. Bara eitthvað, ég get lánað þér. Nei, ég man ekki hvernig ég á millifæra því ég er ekki með netið. Maður er einlega snillingur að ljúga öllu. Og þess vegna er svo gott að við séum að ræða þetta. Ég held að við getum sem átt ekki heldur að þurfa að vera. Ég held að við getum alveg rætt þetta örugglega bara í allan dag, en við þurfum kannski bara að halda annan svona umræðu þátt aftur bara. En ég bara þakka þér kærlega fyrir að ræða svona heiðarlega við okkur þetta. Þú mátt hringja sem er að það er eitthvað. Þetta er já, það er svona eins og að sé kannski smá að högta þarna í... Og eins og ég segi, ef það er eitthvað... Já, getur verið netið, ég er á vinnu, ég get sýnt þér það, ég er inn á vinnusvæðin okkar, sem ég er líka að verka. En við bara kveðjum úr hinni Reykjavík í dag og þekkum Elísabetu kærlega fyrir. Takk fyrir, þetta var Hin Reykjavík.